Já, komið sæl. Það hefur verið norðlæg átt hjá okkur undanförnu og kaldur loftmassi yfir landinu og í dag var kaldast á láglendi, 20 stiga frost á Þingvöllum og það var í rauninni bara ein stöð sem mældi hita yfir frostmark í dag og það var í Surtsey og það var bara skamma hríð. Og ekkert sem að bendi til þess að við sem að losna út úr þessari kuldatíð. Við erum hér með yfirlitsmyndina frá hádegi í dag. Við erum með lægði hér langt suður í hafi, hæði við Grænlandi og ef við keyrum hreyfimyndina á stað þá sjáum við, það er svona tvennt sem að vettum kannski aðeins að veita athygli í þessu. Annars vegar smálægð sem er að koma hér að norðan og tekur stefnuna hér til suðvesturs yfir Vestfjarðakjálkann. Getur verið smá vindasamt í tengslu við þá lægð og einhverja snjókomu getur gætt, en síðan er nokkuð áköf snjókoma sem kemur í annarri smálægð sem að kemur hér upp að suðurströndinni og við sjáum það kannski bara betur í næstu kortum. En ef við förum yfir að hitasviðið og þá sjáum við þennan kalda loftmassa sem við liggjum í og allt sem getur hlýtt loftið hér langt suður eða austur af landi og ekkert sem að breytir hvað þetta var hjá okkur næstu daga. En ef við förum síðan yfir svona megin þætti veðurs og byrjum hér á hvað varðar skýjafar, úrkomu og vind og setjum hreyfimyndina í gang, þá sjáum við að það var svona nokkuð bjart yfir í dag og lítið úrkomu. En við sjáum þennan bakka síðan sem kemur hér inn á suðvesturhornið í fyrramálið. Gula viðvaranir í gildi þá frá klukkan 9 á Suðurlandi og frá klukkan 1 á morgun á Suðausturlandi, það er þá vestan Öræfa. Það er nokkuð, er að reiknast nokkuð áköf snjókoma í þessum bakka og sem meira er að vindur verður ykkur 10-15 metrar á sekúndu þannig að það getur hæglega spilt færð hjá okkur á morgun þegar bakkinn fer yfir. Og gula viðvörun, hún dettur í gildi þá annað kvöld á Suðurlandi en ekki fyrir aðfararnótt jóladags á Suðausturlandi, þannig að þeir sem ætla að vera að ferðast eitthvað þannig á milli landshluta ættu kannski að taka þetta með í reikningin og ef hægt er að flýta för. Og lægðin sem að kemur hér upp að norðvesturhorninu, svona vindasviði frá henni allan svona mestuleyti sneiða hjá landi, en ef við lítum á stöðuna þá í fyrramálið og fáum kortið klukkan 10, þá sjáum við að það komin í gildi gulu viðvörun á Suðurlandi, bakkinn hér fann að snerta suðvesturhornið, gæti komið að einhver leyti inn á sunnanverða Faxaflóa, þar með talið inn á höfuðborgarsvæðið, en það ætti þó að vera skamma stund. En það er að reiknast í þessu svona 5-10 cm úrkoma á klukkustund þegar bakkinn fer yfir, þannig að það getur snjóa nokkuð duglega, fyrst þá á Suðurlandi og eins og áður sagði þá á Suðausturlandi, en annars þar verður veður svona nokkuð skaplegt og það geti verið töluvert blástur í þessu og við sjáum að það er 10-15 metrar á sekúndu úti fyrir Vestfjörðum, úti fyrir Norðurlandi og Vestfjörðum, en vindasviðið ætlar nú svona aðeins að veikjast þegar lægðin kemur nær og svona stífasti strengurinn hann ætlar að halda sér svona norðvestur af landi. Þegar við hringjum í jólum þá klukkan 18 á morgun og þá sjáum við að bakkinn er hér yfir nánast miðju sunnanverðu landinu og náttúrulega svona misvinda all land, en ágætisviður svona að mestu leyti fyrir utan þá þessa snjókomu bakka. En þegar komið fram á hádegi á jóladag á næsta kortið þá er átt í norðin nokkuð eindregið norðaustlæg. Við getum líklega að snjóa hér allra syðst eitthvað fram eftir degi og svo er viðbúið að muni snjóa bæði á norður og austurlandi, en annars það ætti að vera úrkomu lítið, en áfram er nú kalt í veðri hjá okkur. Á öðrum degi jóla þá sjáum við að það er svona tiltölulega stillt veður hjá okkur og þurft svona að mestu fyrir utan mögulega snjókomu hér allra syðst, en það sem er svona aðeins erfitt með spár þegar komið nokkra daga fram í tíman það er að reiknast einhverja smálægðir sem að eins og þessu tilfelli er hér rétt vestur af landi. Og við sjáum til dæmis ef við förum þá yfir á Þrjótaskorti að það er svona svipað på tegningu þar smálægð því rétt vestur á landi og þessar lægðir geta auðvitað verið dálítið erfiðar í spánum, þannig að við sjá betur hverju framvindur næstu daga. Förum þá örsnögt yfir til Evrópu og ef við keyrum hreyfimyndina í gang þá sjáum við að það er nú kalt hjá okkur í Skandinavíu en hitatölur svona nærri 10 stigum nokkuð víða annars staðar í álfunni og sólríkt á Ítalíu og Balkanskaga, en þegar við förum síðan til vesturs yfir á Íberíuskagann þá er svona ágætis veður víðast hvar
svona 12 til 18-19 stiga hiti en við búum að reikna á norður Spáni og norður Portugal þegar það líður á morgundaginn. Hins vegar fyrir alla þá Íslendinga sem er á Kanaríum og þá verður bara sólríkt og hlýtt á morgun, fínt jólaveður fyrir þá sem það kjósa. Við ætlum að enda þetta sem hér á Norður-Ameríkukortinu. Við sjáum hér þessa kröppulægð sem er að valda bæði náttúrulega hríðarbil víða í austur Kanada og norðausturríkjum Bandaríkjanna. Og þessi lægður það kröpp og hún er að draga runni kalt oft hér langt til suðurs og við sjáum að það er jafnvel frost á norðanverðum Flóridaskaga á morgun. En við skulum segja þetta gott að vera í dag. Verið sæl.